Gott kvöld, gott fólk og verið velkomin að skjánum. Í kvöld ætlum við að fylgjast með fjórðu umferð í fyrstu deild hér í GTS-i samfélaginu. Það sem að ökumenn muni keyra Red Bull Junior bíla hér á Circuit Gilles Villeneuve, sem það segir nú með frönskum hreim ef að hægt er. Ingi þar eitt ég og hjá mér situr í kvöld engin annar en Jói Egils. Vertu velkomin, kallinn. Takk fyrir, Hvernig myndir þið bera þetta fram? Circuit Gilles Villeneuve. Já, eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis. Þetta er svona pappans Jacques Villeneuve sem var hundar í formúlu. Já, er ekki báðir sem var ekki pappans heimsmeistari líka og svo sonurinn? Jack og Gilles. Já, eða var það bara sonurinn sem var meistari? Bara heimli sko svo langt aftur í tíman, það var allavega Jack. Já, við munum allavega eftir honum hjá Williams, Jacques Villeneuve, en pappans keppti back in the day og vann keppnir og ég bara hreinlega man ekki hvort það var heimsmeistari. Ég kannski leiðrétti mig í spjallinu ef ég er að fara með fleipur, en enga síður, við erum komin á þessa frægu braut sem er ný í leiknum. Þetta er gömul braut en ný í leiknum. Og já, við kannski þekkjum hana einna best bara að horfa á formúlukeppnir. Kom með pínu á óvart þegar ég keyrði hana, já, þrátt fyrir að vera á frekar litlum bíl, þá var hana þrengri en með myndi. Já, það er stutt á milli veggjanna hérna í Kanada. Þetta er svona gamli skólinn af Formule 1 brautum. Maður sér nýju brautina, það er yfirleitt miklu breiðari allar. Þetta er svona pínu gamli skólinn. Já. En þetta býður upp á góða keppni. Ég eru fullt af veggjum til að keyra á og með þessi einn veggur kallaður Wall of Champions. Það er einmitt veggurinn út úr síðustu beygju. Svo kemur hérna ráskaflan sem er bara akkurat að fara að horfa núna á. Nei, Hannes var í pitt, þannig hann gjörsamlega eyðilega þetta skottfélag. En þá kemur bara Hilli hérna og sýnir okkur beygina. Það er einmitt veggurinn hérna sem hann strýkur. Það er ekki óalgengt að þessi veggur sé strokinn. Það voru nokkrir sem fóru á hann í gær. Já, það fylgir þessu. Já, og það verða ábyggilega einhverjir í kvöld líka og á morgun og... Já, ég er alveg til að veðja á að það verði einhverju kossar þarna, það er alveg að hreinu. Svo aðeins verið að mála veginn. Já, þegar við sjáum að Hilmar, hann er komið með alveg hörku tíma hérna, 1:35.840. Þetta verður. Það lofa nú bara nokkuð góðu fyrir tímatökur hjá okkur. Já, ég er að horfa á hérna heina tímana sko, við sjáum að Hannes er 36.7. Þannig að það er spurning hvort að við séum að fara að sjá svona dominant eins og sigur eins og hjá honum Hauk í gær. Já, ég ætla að vona ekki. Já, ég vona ekki. Það er bara eins sko þess. Voru þau kannski að æfa saman? Hilmar og Haukur, er það málið? Það getur verið. Hilmar náttúrulega skauta á að Haukur er í 20 sekúndum á undan næsta, þannig að hann var með eitthvað insight info þarna. Já, klálega. En það er greinilegt að það eru sumir búin að vera að æfa sig meira en aðrir. Já. En þetta verður gaman, það er fullt af hröðum ökumönnum inn í fyrstu deildinni og hörku barátta. Við erum að tala að Hannes leiðir fyrstu deildina með 56 stig. Í öðru sæti er Hilmar, sem var í fyrsta sæti fyrir síðustu keppni. Þá til Hannes gaust upp fyrir hann, en hann er með 50 stig, þannig að það er bara 6 stiga munur á milli þeirra eftir 3 keppnir, sem er ekki neitt. Síðan er það Hugo Rúnar sem hérna er í 3. sæti. Síðan er Ársæll 4., Hilli D. 5., Sindri 7., Tobbi Tops 7. og Jóna er 8. Nú, Haukur Ingi er 9. en hann er búinn að vera fjarverandi í 2 af 3 keppnum, en hann vann keppnum 2 sem hann tók þátt í, þannig að spurning hvort að hann sé á línu hérna í kvöld og hvort hann gerir eitthvað. Hann er klálega með hraða til að sigra keppni í fyrstu deildinni eins og hann sýndi og sannaði, en menn þurfa alltaf að vera viðstaddir eða þetta sigra, sko. Já.
Svo ég klári upp talninguna á ökumönnum þá er 10. sæti Brynjar Péturs, 11. Gretar G, Gunnar Karlsson 12. Steini Sveins 13. og Davíð Adams sem er farinn upp í úrvalsdeild. Fyrir sem ekki að telja hann upp, hann er bara orðinn úrvalsdeildur ökumaður frá og með sín keppni. Þannig að hann lítur það út, en hann væri reyndar ofar á stigatöflunni ef hann hefði ekki farið úr deild, þannig er sú staða. Nú, Kaldi Racing Team leiðir liðakeppnina með nokkrum yfirburðum. Það gæti nú breyst því að það var Davíð og Hannes sem voru saman í því liði, en núna er Hannes væntanlega bara einn að telja stiginn. Þannig að Bísik Racing Team sem eru lið nr. 2 gæti farið að sækja á. Síðan er Kraftvélar Racing í 3. sæti, þannig að það er margt spennandi að gerast og lítill munur sko frá öðru og niður í 5. sæti. Það er ekki nema 8 stig sem er frá öðru upp í 5. sæti, þannig að það er mjög hörbarátta hana í liðakeppninni. Þeir eru mjög margir jafnir hérna í hraða. Þó að kannski Hilmar sé að sína kannski smá yfirburði hérna á æfingunni allavega, að sjá hvernig tímatakkan fer. Já, okkurlega. Þess að menn sé að sandbæka. Já, það er spurning. Ég er einmitt farin að forðast að setja góðan tíma í æfingunni sko, en þegar ég set góðan tíma í æfingunni þá eitthvað með set ég aldrei góðan tíma í tímatökunni sko. Very superstitious. Já, það er svolítið unnlegast. Það er komið spá í spjallið. Oliver er fyrstur manna með spá. Hann segir Himmi, Hannes, Hugo. Það eru há pódium. Há. Nákvæmlega. Háum 3, Hannes, Hilmi og Hugo. Og er nú hægt að telja fleiri, Hilli, Haukur, það er alveg 5 há í deildinni. Já. Þetta er annað en það listanum. Þeir eru 3 sem eru komnir undir 37. Það er hann Hannes, það er Himmi, Hilli og Gretar. Þeir eru hérna 2 allavega sem eru mjög nálægt í sko, í 37-0. Ársæll hérna með skemmt. Heldur samt áfram að keyra, hann er kannski að testa hvernig það er að keyra á bílum með skemmt. Hvernig er með mætingu? Sko eini sem var svo sem búinn að melda sig að kem ekki, það er hann Toppi. Toppi Tops. Svo ég muni allavega. Já. Það er eini sem er búinn að melda að hann var ekki með í kvöld allavega. Ok. Það erum komnið með og Davíð náttúrulega verður ekki, þannig að það vantar þá einhvern einn í viðbót. Ég sé ekki Hauk hérna. Já, Haukur Ingi. Það er spurning með hann. Þetta er rekka sjálf á svo deildinni með mætingu ef hann heldur þessu áfram. Já. Það er svona, menn eru uppteknir og það er bara eins og það er. Já. En það fer að styttast í tímatökur, það eru hérna cirka 4 mínútur í hefðum tímatökur, þannig að kannski við ætti að fara að droppa á strákana hérna 3 mínútna warning. Yes.
búin að vera þriggja mín. 3 warning, 3. viðvörun. Það var ekki 3. aðvörun. Jæja, ég held að þetta hafi nú alveg skilist. Já, ég held að ég veit nú alveg hvað það er að tala. Nú fáum fleiri spár í spjallið, svona fáir að horfa á það, hvað er málið? Koma svo, strákar. Ég sá nú að það voru einhverjir 12 að horfa allavega. Já. Það kom með nokkur like. Já. Minnum nú á að einmitt að like'a og subscribe'a og allt það. Algjörlega. Og áður en að við hefjum lætin í tímatökum og kannski ágætt að taka fram að það eru nokkur góð fyrirtæki sem að spása okkur. Já. Það er Lavasjó, Gullfiskur, Arctic Iceland, Kraftey, Otto Center, Kraftvélar, GT Akademían og Kaldi. Þannig að þetta eru sponsanir okkar og þið sjáu það líka á bílunum. Að gera að styðja þessi fyrirtæki ef að tækifæri gefst. Þetta er fín kompani. Og algjörlega. Og það er nú ekki sjálf gefið heldur að einmitt að vera að setja peninga í svona deild. Eða í svona styrki. Þetta hleypa þessi styrkir á 100.000 samanlagt, sko. Já. Nei, algjörlega. Við erum gríðarlega þakklátir fyrir stuðning sem við fáum. Þetta eru náttúrulega lifandi auglýsingar sem að lifa á netinu ókomin ár. Þannig að þetta er gríðarlega góð fjárfesting fyrir ykkur. Herjá, þú ætlar svo að sjá að setta lobby fyrir tímatökur, ekki rétt? Já, það er rétt. You're the track master. Yes. Davíð Örnardans segir það eru Háin 3, Himmi, Hannes, Hilli, þetta. Já, það er mikið há í spám í dag. Já, þú veist, svo er Haukur Einarsson með spá, hann segir Hilmar, Hannes, Hilli, Pódium, Hilmar Póll og Hilmar Fastislapp. Þetta er allt há. Já, svo er 4. háið, Hugo, hann getur nú farið að bara blanda sér í þetta líka og náttúrulega fleiri. Jólaðir og Ársæll eru sterkir náttúrulega líka. Já, Gretar og Brynjar. Já, þeir eru allir sterkir. Sindri getur komið sterkur inn líka, hann á til að poppa upp ofursterkur. Jóna er líka oft mjög solid. Það er alveg margirina sem á góðum degi geta sigra keppni, sko. Þetta betur. Þá er klukkan slegin, þannig að við bara skellum tímatöku í gang. Alright. Þetta er neinu að bíða. Let's go quali. Yeah. Við erum að tala 1.35 eitthvað. Já, ég ætla að skjóta á að Himmi fari í 1.37 eitthvað. Og heldur að ná ekki 35? Þú svo hann? 1.35.7 meinti ég. Já, ég hafði bara, shit, það var hann á tómum tónkáðan eða hvað? Óala. Enga trúarstráknum. Já, það er bara hefni í honum á hann. Já. Hann heldur þetta ekki, sko. Kvillandi draft og tómi bíl og... Já. Blúsandi bús og allir pakki. Herru, það er komin spá sem að inniheldur ekki 3H og það er hann Ólafur Einar sem að segir Hilmar, Hannes, Jón Ægir. Já. Ég ætla að ekki vera hlutlaus og ég ætla að segja
segja hérna Basic 1-2, Hilmar Gretar, Hugo. Já, þú ert ekkert viðbræður Ég þar. ætla að vera... Ég eiginlega bara... Ok, ég ætla að koma með spá sem inni heldur ekkert há. Já. Þannig að það er þá Ársæll Sindri Jónægir. Yes. Ég er með svona antíspá. En við erum hérna með myndaðan á honum Hilmari. Hann er kominn á fyrsta tímatökurhringinn. Já. Það ætlar að sýna okkur hvernig á að keyra Red Bull Junior. Hann er einmitt að keyra fyrir Kaldi Racing Team. Hvernig er það að prófa að setjast inn í eitt stykki svona bíl? Sjá hvað það gerir fyrir okkur. Þetta er útsýnið úr bílum. Það er svona smá formúlufílingur að setja inn í þessu. Skiptir máli að ná góðu exiti hérna, langur beinkabli framundan. Og þessi staður er einmitt kjörinn til að reyna að ná smá drafti og framúrastur. Og sjá hvernig hann gengur að taka síðustu beyguna, hvort hann sleppur við að kissa vænginn. Já, þetta, nála því. Jæja, fyrsti tíminn á mættur í hús, 1.36 sléttar. Núna er hopparinn fyrir Sindra, Gretar upp í annað, 36.7. Peturs, 38.5. Ársæll. Hann hlýtur að hoppa eitthvað upp í þriðja, já. Já. Lilli, 50. Já, hvað hann í skeri. Hann er hérna á beinakablanum. Það er hann að skáka tímanum hans Hilmars. Kemur í ljós. Síðasta beygjan. Já, hann er alveg hálfur metra frá veggnum. Það var ekki einu svona að reyna, sko. Hoppar upp í fjórða sæti. Ég segi hvað, ef maður er ekki að strjúka vegginn í síðustu beiginni, þá er maður ekki að reyna ná ekki, sko. Já, akkurat. Þurftum að vera með svona centimeters svona kvarða eins og er í formúlunni. Algjörlega, sko. Hannes var aftur öruggur á fyrsta hringnum, sko. Hann fór bara upp í fjórða, sko. Já. Já, það eru nú bara 2 komnir undir 37. Já. Það er hann að bæta tímann á Hilmar. Nei, hann bætir ekki tímann. En Hannes er með þetta bara 2.000 frá Ársæli. Já, það er ekki Þriðja mikið. sætinu. Nei. Það er eiginlega bara ekki neitt. Sindri bætir tíma sinn. Býtur við, hvað er Hugo að gera? Já, hann er komin aftur í pit. Hann var þarna að snúa bílum á miðri braut. Það fekk refsingu á síðasta hring allavega, sá ég. Ég sá bara einstefnumerki flassa á skjánum þegar ég skipti yfir á hann. Jæja, spurning hvernig Hannes bæti sig allavega 2000 hluta. 2000 hluta til að komast upp fyrir Ársæl. Hann er ekki nálægt við að snerta vegginn. Það þarf að reyna þess meira, sko. Æ, hann bætir ekki tímann. Þetta er bara, svona er þetta.
Það samt alveg sko frá Hilmari niður í annað sæti samt alveg sko 0,7. Það alveg snart mikið sko. Það það alveg blá. En Gretar nú að bæta sig eitthvað á þessu hring. Við skulum sjá hvað hann ná að auka, gera enn meira eða hvort hann missir það niður. Það var alveg 2/10 hlut að rúma upp áðan. Hann bæti sig tæpa 30 hluta. Ársæll að hoppa upp í 3. Hilli G að bæta sig en ekki að bæta stöðu sína. Nú eins gott að Greta bæti sig. Ársæll hérna 0,011 á eftir honum. 1/100 hluta. Herru, Hilmar kominn niður fyrir 36, þetta var nú ekki mikið sem hann bætti sig, hann var nánast á slettri 1.36 á hann, nú hann 1.35 með 9.97, þannig að það muni kannski bara einhverjum 200 hlutum. Það var 36.053 ára ef maður rétt, þannig að þetta eru einhverjum 500 hlutar. Já, þetta er bara... Þetta þýðir, hann með rétt rúma hálfa sekundu á Gretar og Ársæll. Tímanans Hannes ennþá svolítið langt frá toppnum. Það að bæta sig 1/10 hluta. Hannes. Já. Hún kom líka, ég sá reyndar ekki hversu mikið. Ég meina með myndan á Sindra, hann að bæta sig tæpa eða rúma hálfa sekundu á síðasta sektor, þannig að hann geti verið að hoppa eitthvað upp listan. Samt og það er nú alveg bara rúm hálf sekunda í næsta mann, þannig að hann spurning hvort hann að hoppa fyrir Hugo. Ársæll bæta sig, það hérna nær honum Hilla og Hilli upp í annað. 36.503. Vel gert. 7.000 hlutum á undan Gretari. Já, Sindri bæti sig en ekki nóg til að hoppa upp sæti. Svo að Hannes gerir, kemur hann að beina kablan. Og hann hefur tíma til að starta einn hringi viðbót fyrir þessi búinn. Það er tæp mínúta eftir þessum tímatökum, þannig að ef þú nærð að starta hring áður en að tíminu liðin, þá nærð að klára. Hannes bæti sig, hoppar upp fyrir... það ekki? Hann var í 7. já. Hann bara á sama stað, hann hoppaði ekki upp til eitt sæti, hann bara bætti tíman. Já, Brynjar Péturs hoppar upp fyrir Hugo. Núna ekki að bæta sig á þessum, ætti hann á öðrum. Það gerir Jónægir. Hvað segir þið? Hannes ekki að bæta sig, en bara 1/10 hluta frá því. Himmi bæti sig ennþá meira, 35.884. Já, allt að gera sér Hilmari. Þetta er náttúrulega góð staða fyrir hans sko, sérstaklega ef Hannes startað 7. Wow! Jónægir hérna slætar í síðustu beginni og á vegg. Þetta var skemmtilegt, já, Hannes kom með sekt, þannig að hann ekkert að fara að bæta sig. Þannig að hann bara í besta falli að starta 7. Það eru góða fréttir Hilmar, þeir eru í harðáttum fyrsta sæti í deildinni. Hannes greip fyrsta sætið á honum Hilmar í síðustu keppni. Það lítur bara vel út fyrir að Hilmar ætti að gera það sama í þessari, en við erum samt ekki ennþá komnir í keppnina, þannig að rólegur Ingi. En hann að bæta tíma sinnan Hilmar, þannig að við getum séð ennþá betri tíma. Hann var upp tæpa 2/10 hluta. Hann að finna gýrin hérna. En þetta lítur mjög vel út fyrir hann.
starta fremstur og vera með rúma hálfa sekundu á næsta ökumann, það er alveg forskott út af fyrir sig. Já, 35, 4, 4, 9, sæll. Þarna kom tíminn, maður. Uss. Síðasti maður í mark og já, sem þýðir að Þetta var ekki smá tími. Rúmri sekundur hraðar heldur en annað sætið. Já. Þannig að það er slatta munur, en síðan er frekar jafnt á munum hann fyrir aftan, en það er Hilmar sem klárar með 1.5.35, 4.49, síðan er það Hilli og rétt fyrir aftan hann er Gretar G og síðan er Ársæll. Þeir eru allir bara, þetta munar bara 100 hlutum á milli þeirra, þetta er eiginlega ekki neitt sko. Síðan er Jón Ægir í 5. sæti fyrirgefi og Hannes í 7. sæti, Brynjar Pétur 7., Hugo 8., Sindri 9. og Gunnar Karlsson 10. Og já, þar hafið þið það. Þetta er bara hálf gáttaður á þessu tíma hjá honum heima hérna. Já, þetta er alveg hörku tími sko. En það er rosalega lítill munur frá öðru í 3. sætið. Það er bara nánast engin munur þar á milli, þannig að það gæti verið góð baráttubreyting þar á milli og spurning út að Jóna öðrun er í 4. sæti, það er lítill munur. Já, í raun og veru sko. Já. Þannig að það gæti verið baráttu þar. 200 hlutar hann á milli. Svo nú mjótt á munum hérna bara alveg niður eiginlega. Þannig sko, einhverju bara 10 hlutar. Heyrðu, hvenær eigum við að ræsa þetta? 46? Já, 45, ég setti hérna, hann var hún 21, 40 og... Já, ok, þú búin að gera það. 43 reyndar. Þá þarf ég ekkert að hafa ágjörð að þessu. Fínt að vera með svona lobbíkur. Ég spáði bara útsendinguna og þú segir tæknilegu atriðin. Já, það er ekki nema 0,007. Það er eitt ekki bond á milli þeirra, hann að Hilla og Gretars. Postaði bond til að þið sagði það. Kvali. Þetta var samt ábyggilega stefið úr hérna Mission Impossible, ekki bond. Já, ég held að. Það getur passa. Næsti bær. Næsti bær við. En þá fer það að byrja og það eru skildu dekk, það eru medium og soft og eins og við sáum í gær þá Grittstart. Þá hérna, já, grittstart og menn geta keyrt heilengi soft. Þeir basically gátu keyrt alla keppnina soft í gær, þannig að öllu líkindum erum við bara að fá að horfa á eitt pitstop núna. Bara keyra soft eins lengi við getur og skipta svo í medium og klára keppnina, myndi ég halda. Það var eitthvað svo leiðis allavega. Þetta er einhver sé að fara að henda medium snemma á sig og taka tvisa sinu soft. Mögulega, ég veit að menn hafa eitthvað talað það sko, en pitturinn er náttúrulega stuttur líka. Hann er mjög stuttur pitturinn sko, þannig að það gæti það ítir ennþá frekar undir það sko. Veistu hver er munurinn á tímanum? Er þetta sekunda í mun á ég held að það sé eitthvað svoleiðis. Ekki það að ég sé alveg með það á hreinu, ég er náttúrulega ekki dæft. Já, þannig að það gæti hugsanlega að borga sig, já. Þá erum við bara að fara á stað. Já. Það er bara að gera, skella sér á braut og ég fylgist með hérna aftar í bakkanum. Og hérna erum við með standing start og það er Hilmar fremstur og ljósin það byrja að fara að kvikna og það þýðir náttúrulega bara eitt, dömur og herrar, það er komin tími fyrir hermi kappakstur. Let's go racing! Já, gengur allt smúð fyrir sig so far. Reynir Hilja innan, hann ætlar ekki að reyna innan á Hilmar. Ársæll hann í baráttu við Gretar G komið fram úr.
drengilega á staðina hjá strákunum. Núna eru Hugo aðeins að geta stafmálningu hérna aftar. Það byrjar heiðarlega og fallega, engir áreisturar enn sem komið er. Það er spurningum að verða kannski í stöðu dekkja hérna. Óhóhó! Hugo hanna með einhverja tilraunir sem ekki fóru vel. Við skulum bara skella þessu í replay snöggvast. En ég var að fara yfir dekkjastöðuna og það eru keppurnar tvær, Jón Ægir og Hannes sem að byrja á medium, allir hinn eru á soft. Já, það sjá ég Hugo. Já, þetta er náttúrulega, hann verður basically að taka ábyrgð á þessu strákurinn. Það var svolítið dífa, við skulum fá þetta einu sinni og hérna fá þetta ekkert að gerast hérna á braut svo sem þannig, þannig að það er við skoðum þetta. Hannes skellir sér í bit, hann ætlar að henda medium-dekkunum bara á beint. Hérna sá ég Hugo, já, hann bara kemur og beint í Gretar G. Sem betur fer þá tapaði Gretar G ekkert á þessu að neinu ráði, þannig að það kannski... Og sleppa báði við skemmt. Já, en þetta var klárlega ökumannsmistök hjá Hugo, hann bremsaði allt og sent og því fór sem fór, en Hilli ætlar ekkert að láta Hilmar sleppa frá sér, hann er bara að halda pressinni. Já, þessi staðan alveg óbreytt á braut nema Hannes er búinn að skella sér í pit. Já, hann hefur sem sagt, hann er að hugsa sem ég var að tala hérna, henda mediumdekkjunum af sér og keyra soft. Heldur það ekki verið? Það er lítið út til það. Það eru góða líkur á því, ég held að hann keyri ekki á þessum soft dekkjum til loka. Nei, klálega ekki til loka, en eins og segi, pitturinn er mjög stuttur, þannig að þetta eru 36 ringir, þannig að þú getur alveg keyrt hálfa keppnina á soft, þannig að þetta eru margir ringir sem getur verið að keyra sekundu hraðar, þannig að þetta gæti verið sterkur leikur hjá honum og líka er hann væntanlega að losna við traffík með því að fara strax í pitinn. Mest close baráttan er hérna, nei, ekki lengur, Jón Ægir skellir sér í pit, hann ætlar að henda mediumdekkjunum líka. Já. Það er Sindri og Brynjar hérna, það er hálfsekund á milli þeirra. Ég svona var upprunalega að hugsa að þetta væri bara eitt stopp, en svo þegar maður spáir í það með lengdin á pittinum að þetta lítur að vera það sem þeir eru að spá strákanir. Reyna að keyra alla keppnina bara á soft. Vorum við ekki að tala í gær að pitturinn væri undir 14 sekundur. Þetta væri bara einhver smá tími sem að fer í pittin. Þetta er 1,5 sekúnda sem Hilmar er komið með á Hilla núna. Og síðan eru það tæpa rúmar 2 í Ársæl. Það er svona að dreifast nokkuð jafnt úr toppökumanunum, þannig að það sem að er næst í að vera barátta hjá okkur, það er Sindri og Brynjar Péturs. Það verður áhugavert að sjá
hvernig gömlu kempunar vinna sig upp. Jón Ægir og Hannes báðir búin að fara í pit. Það er fróðlegt að sjá hvort það nái aftur í pakkanum hana. Já, ég meina sko, Hannes bara 5 sekúndur fyrir aftan Hugo eins og staðinu núna sko, þannig að þessi pittur svo agalega stuttur að hérna. Já, og Hugo nú bara í skottinu á Gunnar Karel. Já, ég meina sko, má sjá, sko Hannes 18 sekúndur frá fyrsta sætinu. Þannig að eins og séu, það ekkert ekki það mikið tími sem fer í pittin sko. Nei. Og Gunnar Karel sem stingur sér inn á Hugo hérna. Ó, já. Líka því jafnvel fengi bara endursýningu að þessu. Við svolítið sjá hvort að Hugo svari, hann hérna í slipinu fyrir aftan Gunnar. Og svo toppnum Hilmar að detta í 2 sekúndur á Hilmar. Já. Aftur barðbæðinni á Gunnari og Hugo. Og Hannes að nálgast á með Jón Ægir fyrir aftan sig. Já. Já, Hugo Gunnar fyrir svolítið vítana, Hugo náði betra exiti og komið fram úr. Já. Og Gunnar ætlar að reyna að svara. Nei, kíkti á henni línuna en tók hann ekki. Skulum sjá hérna endursýningu af fyrsta frambarastinum. Sjá hana, já, það flott, það var bara mjög flott hjá honum Gunnari. Bremsaði seinna og tók línuna frá honum. Skólabokar frambarastur. Það svona nokkuð jafnt á milli allra ökumanna. Þetta mjög vel dreift úr hópnum eitthvað. Já, þetta svona 2 sekúndur hérna á milli efstu manna. Hilmar alveg að teygja í 3 sekúndur hérna. Já, svo þetta nú dottnaði 3 hérna á milli Gretars og þetta að breytast úr 2 sekúndum í 3 sekúndur. Já. Milli manna hérna á topnum. Ég hugsa að næsta barátta sem við sjáum verði þegar að Hannes nær honum Gunnari. Já, við erum búin að taka 2 sekúndur á hann og núna bara á einu hring. Já, þetta hún komin heim, Kiwi? Ó, hún komin heim? Já, hún komin heim, já! Það er ekki reyndilegt að Jói að pakka Sorry. með hundinu sínu. Ég held að ég væri mjútaður. Hún komin heim? Hún fór öll í kippi hérna þegar hún heyrði hurðin opnast. Já, ég held að það er bara 1000 spenntur að fá konuna heim. Já, það er gaman að þessu. Já. Það er allt betra með hundi. Það er bara það. Já, það er svolítið svoleiðis. Við sjáum að bílinn minnkar og minnkar, það er komið í rétt rúma sekúndu, 1,5, það er búið að taka hálfa sekúndu fríðan áðan, þannig að þetta er alveg að fara þetta í baráttu. Já. Kannski rétt renna við listan á orðin að við sjáum baráttuna byrja.
Það er Hilmar sem með 3,7 á Hilla. Náttúrulega í góðum málum hérna fremstu manna. Nú Hilli með 2,5 sekundu á Ársæl. Og Ársæl með 3,7 í hann Gretar. Gretar hefur 3,2 sekundu í hann Brynjar Péturs sem með Sindra á hælum sér 2 sekundu fyrir aftan sig. Síðan er það Hugo 2,5 sekundu fyrir aftan Sindra. Tæpum 3 fyrir aftan Hugo og Gunnar Karlsson. Þá erum við basically komin í baráttuna. Það er Hannes. Á þessu tímapunkti líka. Já. Aftan úr Hannes eru 3,8 sekundur í Jónagi. Já. Svo hvað Gunnar gerir, reynir hann að verja þetta. Þú sjá það líka, núna eru 22,5 sekundar frá Hannesi upp í Hilmar. Já, hann er búinn að tapa sko 4 sekundum rúmum síðan við skoðum þetta hérna áðan. Hilmar er klárlega að hraðastur hér í kvöld, það er bara þannig. En Hannes gæti alveg verið í baráttu mannarsæti. Það kemur nýbyrju, við vitum ekki hvernig þetta fer, getur alls konar hluti komið upp á, en við skulum sjá hvað gerist. Við reynum að ímynda okkur alls konar aðstæður sem gerir það meira spennandi fyrir okkur. Það því líka að Hannes má ekki tefjast við að fara fram úr mönnum þegar hann nærðum eins og Gunnar í hérna, ef hann ætlar að komast úr á pall. Og það er alls ekki sjálfgefið sko. Hilli er einmitt hérna rúmum 5 sekundum og eftir Hilmari sko, þannig að þetta eru hérna 19 sekundum frá Hannes upp í Hilmar núna. Hannes reynir hérna að fara utaverður, næra því, já, kallinn. Bara stikkir on the outside og hún alltaf með ekstra vítt exit þessi beygja hana. Það er svona lúka svolítið eins og hún hafi verið breikkuð að því að voru allir að fara út á eins og hún var. Ekstra breiðan út í annan endan, en sem þýðir að menn geta nýst þeirra og þú veist, af því hún lúkar kannski pínu þrengri þegar maður kemur inn í hana heldur en þegar maður fyrir útrunni. Og Hannes klálega lít sér það, svingaði á utaverði á Gunnar og komin upp í 8. sæti. Jónægir er einnig að nálgast Gunnar, hann er 3 sekundum fyrir aftan hann. Og Brynjar Pétursson þá út í vegg. Skal hendur í replay. Þá replay þetta. Þannig að sjá að Brynjar, hvað gerist? Já, bílum hann bara í kyninu. Já, missi stráluna bara fram úr sér. Og skemmt, þetta var dýrt. Sétast í borðhjóðanum, svo hvernig þetta lúkar. Já, þetta er bara, hann fer á pulsunar sem eru þarna í beigjónum og hann setur bílinn úr jafnvægi og að þeim tímapunkti var hann bara farþegi. Já. Hann er þá með skemm, komin í 5. sætið. Heldur nú samt áfram. Já. Það er taka einn pröfuring, sjá hversu hægari hann er. Hann má ekki vera mikið hægari til þess að borgi sig að fara í pit sko. Nei.
í raun og veru ekki, sko. Hann gæti auðvitað að fari bara í pit núna og keypt eins lengi hann gæti á medium og á soft og tekið svo medium í restina. Þannig að það er alveg spurning hvort að borgi sig yfir höfuð að vera að keyra á skemmti bíl fyrir hann. Já, hann er nú þegar dottir í 2 sekúndur fyrir aftan Jónæði, sko, og hann var bara undir sekúndu fyrir aftan hann þegar hann var komin á skrið, sko. Þannig að þetta er bara að hoppa inn í pit og það er næsta aksjónið hérna í botnbaráttunum. Jónæður er að verða búinn að ná Gunnari og hann var ekkert langt í Hannes fyrir framan hann. Gunnar. Hugo er nú bara að auka bilið í Hannes ef eitthvað er. Já. Komið í 5 sekúndur. Já, sko. Komið eitthvað fyrir í Hannes? Er hann eitthvað komið skemmt? Nei, ok. Það var með síðustu 2:38 hjá honum einmitt. Já, mér finnst þetta því að Jónæður er búinn að nálgast Hannes líka á sama tíma hann er að nálgast Gunnar. Og Jónæður er búinn að ná Gunnari. Já. Þetta verður hérna. Það er það með innanverðina í næstu beygju. Já, vel gert. Flott framar á strjánum. Svona gerum maður þetta. Síðast sem gjör ég á Brynjar Péturs var 38,4. Hann er kannski ekki að tapa svaðalega miklu, en það getur nú alveg verið sekundan sem hann er að tapa, sko. Svona hálft til einn. Það eru tæpar 2 sekúndur í Hannes frá Jónæði. Það voru 3 koma eitthvað á hann, sko. Þannig að annarkvort er Hannes að keyra hægar heldur en hann var að gera á hann, eða Jónæði er búinn að spýta í lóðana. Það sé ekki síðan enda. Það var seinni í gangkallinn. Það er eins og að hákarl í vatninu, finnur blóðlituna og fer allt í gang. Hugo með alveg rúma 5 á Hannes. Spurning hvort að hann er að nálgast Sindra. Hann er komið undir 2 sekúndur í Sindra, þannig að það getur verið að myndast barátta þar. Karls ekkert alveg að sleppa tökunum af Jónæði, ennþá í draftinu hjá honum. Já. Mér sýnist bara að stefni í það að Jónæði hann er að ná Hannesi. Já. Ef þetta heldur svona áfram að það var hann að er himmi steddi hérna. 36,7, 36,8, 36,9, 36,7, 35,9, 35,9. Þetta er bara, hann er í 36, 35 bara steddi. Enda kominn rúmum 5 sekúndum á undan Hilla. Já, þetta er bara meistarakstur hér í kvöld, það er alveg á hreinu. Þetta minnir svolítið á hvernig keppnin var í gærkvöldi sem við horfum á. Þetta betur. Bara í sérflokki. Og kannski aðeins meiri yfirbyrði hjá honum Hauki í gær, en þetta er líka aðeins sterkari deild hérna. Já, mér sýnist Hannes núna að vera í pitglugganum hjá Ársæli. Ársæli er 10 sekúndum eftir Himma og Hannes er 27 sekúndur þar á eftir. Nei, 17 sekúndur. Já, ég var reiknað þetta villust. Ef að Haukur væri að keyra í fyrstu deild, þá væri kannski spennandi barátta fyrsta sæti núna, því að hann og Haukur eru að keyra svolítið svipað, sko. Hvað er að gerast hérna? Jónæður, Wall of Champions, missi bíl nær svona að bjarga sér. Skulum fá endursýningu á þessu. Sleppuðu skemmt. Sleppuðu skemmt. Þetta Skulum fá hérna endursýningu á þessu. Kemur hérna í síðustu beyguna. Missir sig aðeins á körbinu.
slætar í vegginn en heldur ótrúður áfram. Heldur ekki stoppa sig en klálega búin að missa alveg 1,5 sekúndu á Hannes frá því hring áður. Það var undir 5 sekúndum, nú er það komið í 3,5 þannig að þetta kostaði hann. Það kannski veit ekki út fyrir að vera svo mikið tíma töpun þegar það sem þetta gerðist en hann alltaf missir alla útkistuna út úr beiginni, hann heldur áfram að tapa tíma alveg fram að fyrstu beigju. Kíkja hans upp listan sjá hvort það segja einhverja baráttur hér að finna. Nei, það er allt bara í kjörum hér. Já, þetta er allt bara 2-3 sekúndur á milli manna hennar sko. Meira á toppnum sko, það eru 5, 6, 7. Já. Mætti alveg vera aðeins meira action á brautinni hérna fyrir okkur. Við erum að fá hérna safety car. Akkur ekki svona safety car takki fyrir hérna keppnisstjórnendur hérna sem þjappa hópinn. Nákvæmlega. Fá eitt svona masebein líka í deildina til þess að búa til safety carna. Já. Massa spinn. Já. Ummeðanlegt hérna í toppsætunum. Það er allt í kringu 7 sekúndur á milli ökumanna. Hugo 1,8 fyrir aftan Sindra. Gæti einhver barátta farið að myndast þar. Já. Svo er fróðlegt líka að sjá hvenær menn skella sér inn og henda sóttakjunum. Já, það er einhver stað. Hvenær sem sagt cut-offið verður yfir í mediundekkin sko. Já. Hvað hraðan var þar. Akkurat. Sýnist það nú eiginlega bara verið komið þannig sko. Við erum hérna í 37.8 núna. Það er það sko, það er nóg eftir að þessu sáttekki samt. Keppnin er 3 hringjum frá því að vera hálfnuð. Þannig að já. Ég sé það einmitt hérna á Himma hérna hann er svona að detta í 37-na, það er 13.14, 37.0 hjá honum 36.9, 15 hringur. Hugo er komin í pit. Já sko, eins og þetta lúkar fyrir mér þá sé ég þessum enga ástæði til að keyra meir 1 hring á mediumdekkjunum sko. Nei. Hugo fer á mediumdekk. Já. Ég meina, þú veist, hann gæti verið að taka bara one-stopper, maður veit ekki, Já, kemur hérna út rétt á undan Gunnari Karel. Já. Brynja Péturs.
Það bara spurningin sko. Fyrst hann fór á medium núna, hvort hann ætlaði að taka einhverja hringi á þeim eða bara taka einn og skila hann á sér. Já, Brynjar Péturs tekur aftur soft. Já, en ekki hvað. Og næstu út í grassið þetta út úr pitinu. Brynjar Péturs. Já. Fáum endursýningu á þessu. Sjáum hennar að koma á pit. Það kemur svolítið ákveðið í fyrstu beiguna, rétt með að ræta þessu. Já, og Hilmar hérna komin í pit. Já sko, hann fer á medium líka. Hugsanlega eru þeir að taka one-stopper sem að verður pínu áhugavert með Hannes og two-stop plani hans. Já, Himmi nær að vera hérna á undan Ásali út úr pitinum, kemur út annar. Það er hefilegt fyrir hann. Það gefur nú 1,5 sekúndu á milli þeirra. Já. Grétar komin í pit, hann kemur út á medium líka. En Himmi sem sagt kom út á medium. Ég einhvern veginn var alveg búinn að stimpla það í hausinn á mér að þetta eru two-stopper, menn myndi taka soft aftur og henda svo einn hring á medium í lokin, en ég veit ekki, það kemur eiginlega bara ljóð. Þeir farið aftur inn í pit núna þegar þeir haldið áfram. Ég veit hvort að tímandi séu meira konsistant lengur á medium-dekkjunum. Gæti Það er verið. alveg spurning líka. Með aftakjunum núna, það er cirka hálfu. Það myndi ég halda það að væri er svo dætt mækinn yfir. Já, fyrir ég. Ég var að byrja að frykta þess. þess. Það fyrst í snúrunni. Já, sorry, þetta bara... Það er að lista það. Það er svona þegar lítið að gerast í keppninni og hann bara dunda sig við eitthvað. Akkurat. Já, þetta er, já, einhvern veginn... Já, Kemur Hilli í pit. algjörlega. Ársæll heldur áfram. Já, mér þykir þá líklegt að þessi gaurar sem er að fara fyrir medium núna ætti sér bara að keyra medium til loka. Ég sé það hérna að Himmi og Ársæll, það var 1,5 sekúnda fyrir einu hring síðan og það kom upp í 2,3 milli þeirra núna. Ársæll að slitnum soft og Hilmar á 9 medium. Já. Það maður kannski líka taka inn í myndina að hann er alveg sekundu og hring hraðar að þau væri á jafn unnstekkjum. Þannig að Já, það er, já. já, það er svo sem rétt. Þetta var allt eftir að koma í ljós, en eins Já, og staðan er, ef við spáum í þessi dekkjamálum þá er Hannes í 4. sæti núna, 18 sekundum fyrir aftan 1. sætið. hann á eftir að fara í pit. Já, hann á eftir að fara í pit einu sinni, þannig að Eins og staðan er núna, þá kemur hann út fyrir aftan Hugo. já, það er svolítið mikið að vinna þau sko. Já. Það er spurning hvort að droppið á softdekkjunum sé bara svona mikið, það mediumdekkin. Ég veit ekki, menn eru væntanlega búin að æfa þetta eitthvað, þannig að maður, Já, við bíðum bara spenntir og sjáum. ég veit að þú ert ekki búin að ræfa þetta. Ég er nefnilega veit ekkert hvernig softdekkin er að koma út á móti mediumdekkjunum, sko. Þú kannski hefðir einhver svör handamennin ef þú væri búin að vera að æfa þetta sko. Jói, það er keppni á morgun. Ég fer bara inn í keppnina á morgun með góðskapið og stresslaus, svo sem, þannig. Og með það pit strategy sem vinnur hér í kvöld. Já. Akkurat. Þetta er basically heimavinnaðinn, að lýsa þessu keppnum, svo mætur þú bara í keppnina. Já. Það má segja það. Það er ágætt maður getur seifað replayið og svona. Nei, það segir svona. Það er stutt á milli manna hérna, Hugo, Grétar og Sindri. Við kannski sjáum einhverja baráttu myndast hérna. Já, Hannes var að fara í pit. Já, þannig hann er að Kemur koma með út út. fyrir aftan Hugo. Við 4 sekundum fyrir aftan á glæníum sóttum.
dekkjum. Það er alltaf líka nóg eftir af keppninu líka, þannig að þetta Já. Sko, hann er 30 sekúndur fyrir aftan Hilmar, hann er að það þykir nú hæpið að hann fari á pall. Eins og staðan er. Sem að lítur vel út fyrir stigabarátuna hjá Hilmari. Já. En Hugo er að pressa hérna. Gunnar Karls fór aðeins í vegg, hann er komið skemmt. Já. Og maður reyndar ekki rípleiði. Sýndist að vera bara strókað, en hann fekk samt skemmt. Getur verið að það hafi gæst aðeins fyrir líka. Var ekki að fara að koma tími á Kristoffer Gunnari hvort eða var hann nýkominn í pit? Hann er nýkominn úr pit nefnilega. Ja, það fór í verð. Já. Það spyrir hvort að Gretar Geir segja eitthvað áhyggjufullir með Hugo fyrir aftan sig eftir bombuna á honum áðan. Hann er vanur því. Jóna er í pit núna. Hann kemur út bara basically beint fyrir aftan Hannes og já, gott ef að segja ekki, nei, næstu komið fram úr. Ársæll að fara að láta þessum softtækjum. Já. Já, sko. Hilli fer bara að ná honum bráðum. Það er komið undir 4 ár. Ársæll, hann er aldrei búinn að fara í pit, eða? Nei. Og heldur áfram. Hilli fyrir pit. Já, hann þakkar henni ekki. Hann var ekki búinn að fara í pit. Jú, fór hann ekki í pit á hann og náði Jú, fyrir hann fór í pit og, jú, það er rétt. Hann greinlega að taka bara nokkra Hann er að taka metum. Þetta sjáum við líka bara bíli fyrir aftan hann. Hann er bara með fritt pit þarna. Já, Sindri fyrir pit líka. Hendir softtækjunum. Allt komið í rétt horf hérna efst. Gretar aðeins víður út í grasið. Já, Hugo sannlega bara komið fram úr. Já. Getur svarað þessu eitthvað. Ekki þarna, nei. Og þröngt á milli veggja. Þeir verða líka að passa sig á því að tappa ekki á miklu í baráttunni. Það er stutt í Hannes og softtækjunum. Já, Hannes og Jónæður eru bara fyrir aftan þá í hörkubaráttu, tveir. Já. Þannig að já, ok, það lítur nú aðeins betur út fyrir Hannes og Jónæður eftir að hinir fóru í pit aftur. Já. Það gæti bjargað þeim úr þessu. Ef þeir hefðu þurft að fara að berjast við að komast fram úr þeim, þá gæti þeir sennilega að tappa svolítið á því. Það hefðu þeir. Áfram heldur Ársæll. Já, hann ætlar að taka bara one-stopper á þetta á síðasta hringu. Já, nákvæmlega. Það er hörku pressaðin frá Jónægi á Hannes og þeir eru basically að verða búin að ná Gretar G, þannig að þetta gæti farið að detta í 4 bíla baráttu fjórðasætið. Hugo og Gretar eru bara hérna rétt fyrir framan Hannes og Jónægi. Já.
Það var hana aksjón á breytinni eins og staðan er. Hann fer ásætti pitt, loksins. En hann að koma bara út á svipuðu stað og hilli. Já. Hann þá væntanlega kominn á medium til að vera á medium. Því ef hann ætlaði að taka 2 soft stint þá hefði kannski borgað sig að fara aðeins fyrir inn. Já. En hvað veit maður? Hvað oft maður hefur komið með einhverja tilgátur hvað er að gerast og svo gerist bara eitthvað allt annað. Það eru 13 hringir eftir, það eru rétt. Já, það eru 10 sekúndur aftur í Hugo. Hann hefur 10 sekúndur að spila úr þarna. Nú er Hannes að ná Gretari. Kíkkar aðeins en ákveður að dýfa sér ekki, gerir sér sýnilegan í speglunum, Gretar greinilega veit að hafa pressað í gangi núna. Ja. Þarna skiptir exit í góðu máli, nýta brautina á brautinni og fullt rör. Jónær fekk sekt í síðustu beginni, hálfa sekundu. Það er nú ekki vænlegt. Nei. Gretar fer alltaf svona vítt í þessa beygju. Út, já. Já. Það sé ekki að koma óhratt inn í hana. Eitthvað svoleiðis. Komin upp að leiðina á honum. Já, flott gert hjá honum, komið fram úr. Jónær mestur, hann á nú eftir að... Hann er ræðsíkur. Hvað er það ekki á síðasta beinakálanum sem að ræðsíkinni tekin út? Þetta er alveg sekunda pluss jafnvel sko, sem það er að tapa á þessu. Svo er hálfu sekundu. Sjáum hérna, það vil að taka ræðsíkinu út á Jónær. Hvað tefur þetta mikið? Það var hálfri... Já, ekki einu sinni hálfri... Þetta er ekkert svo mikið sem hann er að tapa. Það er stutt í bremsukaflan. Já. Þannig að hann er alveg inn í þessari baráttu ennþá. Hannes og Hugo, það er bilið þar er að detta undir 2. Og Immi hérna komið með 16 sekundur niður í annarsæti. Þetta er bara í höfni ánum ef hann klúrar ekki eitthvað á síðustu metrunum. Nei, Gretar snýr bílum, missir hann upp
Og Jóna kominn fram úr. Uss. Við erum að fá endursýningu á þessu. Setjum sinnum bara hjá honum, saman hvað gerist. Já, hann bara missir hann í spól þegar hann fer að gefa hana þannig. Hannes kominn svolítið nálægt Hugo, þetta er eftir sekúnda, 1,2. Já. Þannig að þetta getur farið að vera bara fyrir okkur að horfa á. Það er bilið í Ársæl frá Hugo. Það er 8-9. Já, það er Stór pakki á 10 ringjum. Rúla. Já. Nei, menn ef hann nær sekúndarhring þá er það doable. Ég er forvitinn að sjá hverju tímanir hjá Ársæl eru eftir að hann fór á mediumdekki. 37, 8. 38. Hann er að keyra bara svolítið svipað tíma hann var að gera undir lokin á softdekkinum. Já. Sem þýðir að greinilega keyrt softdekkin hratt lengi. Já. Og er kannski ekki alveg hratt í byrjun en á svipuðum tímum og á nýlegum mediumdekkjum. Akkurat. Mér eitt hefða 37,6. 37,3. Þetta er drengurinn konsistant í þessu. Bilið Hugo Hannes. Þetta er bara til að detti striking distance eins og þau segja á útlensku. Þetta er að detti fram úr aksturs fjarlæg. Já, á góðri íslensku. Já. Góður á bremsanum hann fyrir síðustu utlæginu hann að Hannes. Það virðist til að ná oft að minnka bil þar. Já. Hálf sekúnda. Þetta er komið í færi til framúraksturs. Svipaði í Ársæl, 8,8, var 8,9 síðan ring, þannig að hann fyrir virðast ekkert vera saxanett á hann er niður á því, þannig að það lítur bara vel fyrir Ársæl fyrir þriðasætið eins og það er. Já. Hvað gerir Hannes? Hann er eitt að ná Hugo, hann að fara fram úr. Það er búið að tegja spilið hérna aftur í Jóna, já, það er komið í 2 sekundur. Jóna hafi gert eitthvað smá mistök.
Sér Hilli líka aðeins að slíta af Hilmari hérna, veist. Það kom í 14 það var 16. En þetta er náttúrulega ekki nóg til þess að ná honum nema Himmi gerir mistök. Já. Nú Hannes farin að finna lyktina í fjórðasætinu. Það liggur í skottuna á honum hérna. Þeir komið 0-4. Spurning hvað hann reynir fram úr að stöður. Það sé hann einhverja ásæði upp í erfinni. Svona smá í slætt út veginn hann Hugo en það að halda sínu aðeins að strika til hana. Það eru 22 að horfa, ekki allir búin að henda like á þetta? Það hljóta að vera 22 like, að það er 22 að horfa. Það þurfa að vera sko. Nei, bara 10 like og hún vist mér ekki á það. Hljóta nú ekki að gert betur en það, chat. Kannski með einhverja kröfur meira spennandi kappastur. Sko nú virðist Hannes og Hugo vera komnir bara á svipa pace. Hannes kannski aðeins hraðari. Ja, Hannes er búin að tapa sekundu á Hugo. Hann var hálfur sekundu fyrir aftan hann bara fyrir hring síðan sko. Ég er að horfa á tímara hjá þeim þetta sko. 37, 37, 37 38, 37, 37. En sko, Hugo er að keyra á mediumdekkjum, þannig að sko, vel gert, það, þú veist, eins og við sjáum, þá er ekkert allur munur að ná, Hannes er á tiltölulega nýjum. Já, Hannes fór inn á 18. eða 19. hring, þannig að við erum að tala um einhverja 12 hringi, þannig að spurning hvort að cut-offið á dekkjunum sé ekki þar. Aðeins meira upp hjá honum, vissulega, en alltaf heyrir maður fugla tíst í sömu beginni hérna. Svo sá ég nú svona eitthvað ríla á Facebook að það er nú skemmtilegt easter egg hérna, það er Groundhog á braut. Já. Ekki á brautinni sjálfri, en hann er í kantinum einhvers staðar. Þannig að við fyrstu beygurnar. Já. Aldrei finn ég neins svona páskaegg. Nei, ég fann þetta ekki sko, ég sá þetta bara á Facebook. Það er víst eitthvað svoleiðis líka á hérna fjallinu. Já, kengúra. Já, var ekki belja á geimskip á Heilibraut eða hvað líka? Jó, það var eitthvað svoleiðis. Já, ég einbytti við bara akstrinum. En og alveg hafa margir lítið að gera sem eru bara komið einhvers staðar lengt út fyrir braut til að leita einhverjum hlutum, sko. Segðu. Það er aðeins búið að minnka, það er svona dett í sekundunni hérna á milli þegar að Hugo og Hannesar aftur. Það væri kannski meira ef maður myndi krassa, keyra út á og allir bara, hei, Groundhog. Já, þetta var nefnilega einmitt þannig, hann spinnaði út úr hann annari beygju í rauninni. Okay. Og bara lenti beint fyrir fram að Groundhog. Nú er Sindri búinn að ná Jónæi hérna aftast
Já, Jóna er, það er ekkert að gerast í þessari bara þar að ég er búin að vera að bíða eftir að Hannes fara að reyna eitthvað. já, nei, Sindri og Jóna er. Sindri var að taka fram úr Jóna er hérna. Það er kannski þá bara endur sýningu á þennan framarækstur. Nei, fyrir Já, ekki. og Jóna er með skemmda framann og hringur 44 hjá honum, 1.44. Nei, hringur 28, 1.44. Eitthvað gæsti á honum. Sjá hvort að ég náu þessu hérna. Við erum á Sindra, hvar er Jóna er? Brynjar Péturs líka komin í pitt með skemmd. Það mér sýnist, já, það er nú svolítið síðan að hann hefur farið í pitt. Hann er bara að sitja í pittinum. Já, nei, þetta er bara ríklegir í algjör rugliðinni hjá mér. Ég náðu þessu ekki því miður. Það er bara eins og það er. Hann er að það stundum. Voðalega sýnist mér Jóna er þá að vera að tapa þessu af því að síðustu 3 hringir hjá honum eru 1.40. Já, Hann bara með skemmda framstöðara. já, greinilega. Það var Hannes aftur komin í skottið Hugo. Gefa þessum annað séns. Jæja, hann er mjög nálægt honum núna. Sérfæstu borðina hjá honum og... Svo heimi aftur á auka bilið í Hilla. Hann komið í 15,5 aftur. Já. Ekki nema. Það var ekki nema. Það er ekki nóg til að gera mig spenntan á þessum tímamóti. Það er svo sem að auka bilið þannig að það er svo sem ekkert mikið spennandi við það. Herru, Brynjar Brynjar Péturs. Péturs farinn. Hvað er það fyrir? Já. Já, alltaf þegar maður heldur að baráttan sé að fara, þá dettur þetta aftur upp í rúma sekundu. Já. Þú er alltaf að standast pressuna. Já, já, Segðu það. þetta ætlar að vera mjög erfið fæðing hjá Hannes að koma fram úr. Já. Hann bara kudos á Hugo, hann er að gera vel. Hann er ekki að gera Hannes þetta auðvelt. Heldur aftur af meistara hérna. En sjáum við sko, nú er farið að sjást í Ársæl, það er nú samt bara 4 hringir eftir, en það eru 5,7 sekundur í Ársæl frá Hugo. Kannski aðeins svo mikið á þessum tímapunkti. En Hugo náttúrulega er búinn að vera að keyra líka mediumdekk eins og Ársæl, þannig að það mátti kannski ekki búast við að hann myndi í töpunni hóskott. En það er samt búið að minnka hægt og rólega. Já. Þú kom greinilega komin bara í eitthvað grúf. Já. 3 hringir eftir. Nú var sko að falla að sé einhverjar aðrar baráttur hérna. Það virðist ekki vera mikið að gerast á brautinni á öðrum stöðum. Nei. Það er bara langt á milli manna alls þar nema akkurat það sem við vorum að horfa. Síðan ég með þetta að sumir eru komnir á ljósið, bensinljósið. Já, það dugar alveg í nokkra hringi þetta bensinljós. Ég tók eftir í gær að maður hélt að það væri, þú veist, innan næsta hring, en þú veist, svo bara 4 hringi senna og búin að vera að keyra á rauðu ljósi. Já, akkurat.
Það er engu bensín í þessi bílar, ég er dekkjum, þannig að þetta er... Hei, Þetta verður... gamall keppnismæður kominn í spjallið, Robocop, the one and only. Jæja. Velkomin, taktu nú fram stýrið og fara að keppa. Já, alltaf pláss fyrir fleiri. Já. Herru, Hannes er kominn nálægt núna, alveg rosalega nálægt. Lætur að verða að í þetta skiptið, hann hefur 2 hringi til þess að komast fram úr Hugo. Nú er að duga að dreppast. Himmi aðeins farin að keyra á svona 80-90%. Bilið komið undir 14 sekundur milli Himma og Hilla. Hann á nóg inni til að rúnta það sem eftir er. Já. Það gerir Hannes, skrömsaði miklu seinna hana. Það er hann góðu exiti. Það er bara að detta í það þessi einn hringur eftir, þannig að it's now or never, eins og einhver söng hérna árið. Já. Ekki nóg. Það er síðasti hringur. Kemp Hannes fram úr Hugo, eða nær Hugo að verja þetta. Þetta er eina baráttan á brautinni. Já. Hilmar með örugga forystu að fara að landa sigri hér í kvöld. Og með þessum sigri endurtekur hann væntanlega forystuna í fyrstu deildinni. Hann alltaf þurfti að hætta í síðustu keppni, niður í keppni í síðustu fyrir 2 vikur síðan út á heilsu. Hann fór í pitt og hann gæti ekki haldið áfram. Já, hann kemur fyrir bestu menn. Það er klálega ekkert á bakkan hér í kvöld. Nei, það er hann bara að koma yfir línuna hérna as we speak í fyrsta sæti með 14,6 sekundur aftur í Hilla. Geggjað, flott hjá honum, við náðum honum fara yfir línuna. Kemur Hilli hérna dansandi að línunni með 19,4 aftur í Ársæl. Já, þetta er ekkert að vera að breytast. Hannes er ekki að ná honum upp úr þessu. Kemur Ársæl hérna í 3. sæti. Flottur akstur í honum. 4,8 sekundur niður í Hugo sem kemur yfir línunni í 4. sæti og þar eftir Hannes 0,6 eftir Gretar í 7. og Jón Ægir er með ólinda framstöðara. Spurning hvort að Sindri náðu nokkuð að dýfa sér í síðustu beginni á Jón Ægi. Ekki verið eftir þetta. Það er hringi viðbót. Nei, þannig er það. Jón Ægir klára 7. Sindri 8. Og þá var hans einn maður eftir á brautinni, það er hann Gunnar sem við sjáum hér. Já, hann stýtti sér leið hérna. Missir af bara svo sent. Það er að reyna að hraðast að með skemmt líka. Jæja. Þar höfum við það. Akkurat. Þetta eiginlega sagði mér ekki neitt fyrir morgundaginn, hvort er hraðara sko. Nei.
Við skulum kíka hérna á stöðuna. Það er Hilmar sem að sigra þessa keppni og með yfirbyrjum 15 sekúndna fórustu á hann Hilla sem klárar öðru sæti. Ársæll klárar í þriðja, þetta er pallurinn okkar í kvöld. Hugo fjórði, Hannes 5., Gretar G 7., Jón Ægi 7., Sindri 8., Gunnar Karels 9. og Brynjar Péturs 10. Þar hafið þið það. Já, Heimi með fastast lap, 35.850. Já, alveg bara by far fastast lap. Já. Þannig að þetta var aldrei í hættu hjá honum. Hann sem setti tóninn strax í æfingum og svo tímatökum og leyfði þeim bara að slást sæti fyrir aftan sig. En það var voða lítið baráttur í þessari keppni, allavega svona toppinn. Já. Þannig að það er svona, já, það er svolítið búið að vera hérna þemað í þessari viku svo sem. Já. Spurning hvort það breytist eitthvað á morgun. Ég bara bið úrvalsdeildar ökumenn vinsamlegast að gera spennandi auka hérna eitt kvöld í viðbót að lýsa að það verði að hafa þetta aðeins spennandi fyrir mig. Koma svo strákar. Ég er nú að fara óæfður inn í keppnina á morgun, þannig að ég kannski být til eitthvað settikar fyrir þig. Þú hringið bara inn veitan á morgun og æfið allan daginn. Það er ekki. Segjum ekki neinum. En heyrðu, ég held að við bara köllum þetta gott í kvöld. Bara takk fyrir samveruna og munni að það er keppni á sama tíma á morgun og það er úrvalsdeildin. En þangað til, þá bara segi ég verið sæl að sinni. Bye bye. Yes, takk fyrir.